Góðan daginn, Haukur heiti ég Arason og dósent á menntavísindasviði HÍ. Mér langar að segja ykkur frá tveimur námsleiðum. Það kennsla náttúrugreina MT og kennsla náttúrugreina MEd. Þessar námsleiðir þær fjalla báðar kennslu náttúrugreina eins og nafnið gefur til kynna og náttúrugreinarnar eru líffræði, eðlisfræði, efnafræði, jarðvísindi, stjörnufræði, umhverfismennt. Þetta svona þau viðfangsefni sem fengist við. Nú á námsleiðanum þá lærir fólk almennt kennslu og styrkir þekkingu sína jafnframt á náttúruvísindum og lærir leiðir til þess að kenna náttúrufræði. Það eru mismunandi áherslur að þessu leyti eftir því hver bakgrunnur nemenda er. Því bakgrunnur getur verið mismunandi og ég kem að því síðar. Nú í náttúruvísinda sérhæfingunni þá mikil áhersla á verklegar athuganir og tilraunir og útikennslu enda þetta það sem að skapar náttúrugreinunum sérstöðu í hvað varðar kennslu. Þetta mjög mikilvæg viðfangsefni, náttúrufræðikennslan, vegna þess að náttúruvísindi skipta mjög miklu máli í nútíma samfélögum og það því mikilvægt að efla bæði þekkingu og áhuga barna og unglinga á náttúruvísindum. Eins og ég nefndi áðan þá bakgrunnur þeirra sem geta farið sótt í þetta nám mismunandi. Fólk getur komið í raun og veru í grunninn eftir 3 leiðum. Það eru þeir sem að hafa lokið B.Ed.-gráðu í grunnskólakennslu með áherslu á náttúrugreinar. Nú annar hópur eru þeir sem eru með annarkvort BA eða BS-próf í einhverju grein náttúruvísinda eða einhverjum skyldum greinum. Og þriðji hópurinn eru síðan kennarar sem eru með leyfisbréf. Þetta eru 2 námsleiðir, önnur kölluð MEd og hinn MT. Hvort tveggja eru 120 einingar nám, en munurinn felst í því að í MEd náminu þá skrifar fólk lokaverkefni upp á 30 einingar. Þetta hvort tveggja námi veitir grunninn sömu réttindi en munurinn liggur í því að MEd námi getur nýst sem undirbúningur fyrir þá sem hafa áhuga á því að fara í doktorsnám. Nú, þetta 2 ára nám, hvort tveggja, og fer fram í deild faggreinakennslu. Markmið að auka þekkingu þáttakenda á námi og kennslu og færni til að kenna í grunnskólum. Að mestu leyti þetta fræðilegt nám, en jafnframt vettvangsnám, þar sem nemendur fá tækifæri til þess að fylgjast með kennslu og í grunnskólum og að æfa sig að kenna. Það boðið upp á bæði staðnám og fjarnám á þessum námsleiðum. Nú, að námi loknu, þá veitir þetta nám rétt til þess að sækja leyfisbréf til kennslu. Það hafa nýlega verið sett lög sem gera það verkum að það 1 leyfisbréf á öllum 3 skólastígunum, þá átt við sem sagt fyrir leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Þessum námsleiðum þær eru miða fyrst og fremst á grunnskólan en geta líka nýst hugsanlega fyrir þá sem hafa áhuga eftir bakgrunni fyrir þá sem hafa áhuga því að kenna í framhaldsskólum. Það eru fjölmörg, auk þess fyrir utan kennsluna, eru fjölmörg atvinnutækifæri í menntakerfinu og það mjög auðvelt að fá starf. Það kennarar og eftirsóttur í talningum þeir sem hafa sérhæft sig í kennslu náttúrugreina. Hér eru síðan nokkrar upplýsingar það hvað hægt að sækja frekari upplýsingar þetta nám. Umsóknarfresturinn til 15. apríl og ég hvet alla áhugasama til þess að endilega sækja fyrir þann tíma. Takk ykkur fyrir.